Áfram höldum við með föstudags þáttu N4. Óttar Sveinsson sem að skrifaði og skrifar útkallsbækurnar horfinn á braut og við fáum til okkar næsta rithöfund, Brynjar Karl Óttarsson, velkominn. Þú hefur verið að spá og spekulera í kristneshæli og sögu berklasjúkdómsins. Já, ég nú fæddur og uppalinn á Kristnesi, þannig að maður fekk nú svona sögurnar svolítið beint í æð í uppvextinum, en þó ekkert voðalega mikið, fólk var ekkert mikið að tala þetta. En maður vissi af auðvitað hælinu og að þarna hefðu sjúklingar dvalist kannski árum og jafnvel áratugum saman. En svo var það nú ekki fyrir en að ég flutti suður til Reykjavíkur og fór í kennaranám aldamótin, sem að svona áhuginn kviknaði fyrir alvöru þegar ég fór að skrifa lokaritgerð þetta mál, eða líf sjúklinganna á hælinu. Þetta önnur bókin sem þú skrifar. Þetta eru heilmikla sögur, bæði sem sagt þegar að Kristnesspítali var byggður og svo rekinn og svo náttúrulega saga sjúklinganna. Já, þetta náttúrulega mikil saga. Þetta orðin 90 ára löng saga, eða rúmlega það ef við förum lengra aftur, en það eru 90 ár núna mitt í ár, liðin frá því að hælið var vígt. Þannig að þetta eru orðin löng saga og berklasagan sjálf er mjög löng og mikil og merkileg. Og ég tala nú gjarnan berklatíman frá 1927 þegar hælið vígt og til 1960 þegar annars konar sjúklingar koma inn á hælið. Þá opnast ný og önnur deild. Þó að berklasjúklingar séu vissulega þarna áfram, það berkladeild áfram. En þetta svona berklatíminn, 27 til 60. Þannig að á þessum árum þá komu, ef ég maður 2088 einstaklingar til vistar á hælinu. Þannig að þetta er ansi mikil saga. Og margir voru þarna eins og segir bara í árum saman. Já, það náttúrulega erfitt fyrir okkur sem að lifum í dag og horfum kannski tilbaka, þó að sé nú ekki lengra síðan þetta, að hugsa til þess að fólk hafi hreinlega búið þarna mánuðum og árum saman og það svona lengsta sem ég veit eru áratugir, milli 30 og 40 ár, fólk hreinlega dagaði þarna uppi, En það var býsna algengt að fólk væri þarna, árum saman. Í þessari bók þá ertu, er það ekki svona frekar að fjalla sögu sjúklinga? Jú, ég gaf út bók fyrir síðustu jól sem að segja meira svona sögu þorpsins, sögu Kristnes þorps, fólkin sem hefur búið þarna í starfsmannabústöðunum. En í þessari bók er ég að svona setja fókusin á líf sjúklingana og þetta er nú orðið ansi langt vinnuferli. Það eru 17 ár síðan ég byrjaði að vinna við lokaritgerðina í Kennaraháskólanum og þá fljótlega ákvað ég að halda áfram og skrifa bók og nú er hún orðin að veruleika. En allan tíman var ég með það í huga að segja sögu sjúklingana. Þannig að ég er ekki að leggja eins mikla áherslu á stofnanasöguna, þó ég fari svolítið í það líka, söfnunina og það allt. En fyrst og fremst langaði mig að draga fram líf sjúklingsins á hælinu og svona koma á framfæri hans rödd einhvern veginn. Þeir sem þú leitaði til, var fólk tilbúið til þess að, hvað þú segja, opna sig? Já, það var nefnilega tilbúið að opna sig og tók vel í þetta og við bræður, við fórum nú landið, ég og Rósberg bróðir minn, keyrðum landið nokkur ár skeið og hittum fyrirverandi vistmenn og reyndar starfsmenn líka. Fólk sem hafði dvalist þarna á þessu tímabili, 27 til 1960. Og fólk tók vel í þetta, en það nánast undantekningarlaust tók fram að það vildi ekki koma fram undir nafni. Það vildi ekki gera það, enda stóð það aldrei til. Ég er ekki að persónu gera þessa sögu. Þetta er svona meira bara að gefa þessa mynd af lífi sjúklingsins almennt. En það var tilbúið að segja sögurnar, en var jafnframt að segja mikið af þessum sögum í fyrsta skipti. Það sagði okkur það. Það hafði ekki talað þetta áður. Við nútímafólki, við kannski búum til okkar eigin dagbók til dæmis með því að skrifa reglulega á Facebook eða eitthvað því um liti.
hvað með svona minningarnar, átti fólk dagbækur eða minnismiða eða? Já, það var nú kannski ekki mikið dagbækur. Ég reyndar fékk einn gullmola í hendur fljótlega í vinnuferlum sem dagbók Péturs Finnbogasonar sem var sjúklingur þarna á hælinu 38-9. Og hann svona búinn að vera svolítið eins og mitt leiðarljós í þessari vinnu og fyrirferðarmikill í þessari sögu, þó svo að ég sé ekki að persónu gera eins og ég sagði á hann, en hann kemur dálítið mikið við sögu. En jú, við fengum að kíkja í einstaka dagbækur og sendibréf, býsna mikið af sendibréfum. En svo náttúrulega má kannski segja sko að svona rauði þráðurinn í þessari frásögn þetta byggt á viðtölum sem að ég tók og við bræður. Ég held að við verið 24-5 einstaklingar og við sátum inn í þessu fólki klukkustundum saman og spjölluðum og tókum þetta upp og þetta náttúrulega ansi mikið efni sem við eigum og allt sem að frumheimildir sem að hvergi hafa birst áður. Þannig að þetta að miklu leyti byggt á þessum samtölum okkar við fyrrverandi vistmenn. Berklar, þeir voru kallaði hvíti dauðinn, svona uppsúmmerað þangagangur eða hugsanir sjúklinganna? Já, menn urðu ansi hvítir sko þegar þeir smituðust. Það ég hef nú svo sem heyrt ýmsar skýringar, það nú kannski aðalega þetta að fólk náttúrulega bara varð eins og hálfgerðar vofur einhvern veginn. Það varð hvítt í framann og svo náttúrulega bara þetta hvíta umhverfi allt, læknarnir og hjúkrunarfólkið í hvítu, nú Kristnesæli var hvít, það var ansi mikið hvít, þannig að hvíti dauði og berklapláan og það hafa ýmis nöfn komið yfir þetta sko. Frásagnir fólks, hversu nálægt komstu fólki? Ég held ég hafi nú komist bara býsna nálægt fólki. Þetta voru afskaplega svona notalegar aðstæður. Maður kom í kaffi og kleinur og satt inn í stofu með fólkinu, já eins og ég segi klukkustundum saman. Jú, það þurfti maður stundum að svona tosa þetta upp úr þeim sko, en fólk var tilbúið að deila þessu með okkur og það var kannski þetta að því fannst þér ákveðinn tími til þess að segja þessa sögu. Hún hefur ekki verið sögð svo mikið áður, ekki svona sett saman í eitt heildstætt form. Það til náttúrulega víð og dreif svona stuttar frásagnir, æviþættir og annað, en saga Kristnes Hælis og saga sjúklingana þar svona einu formi hefur ekki verið aðgengileg hingað til. En hvað stendur eftir hjá þér, þín niðurstaða úr öllu þessu grúski? Já, það nú, sko, það kannski tvennt aðalega. Það annars vegar þetta að það þessi svona greinilegu skil sem að verða, sko, nú þetta rúmlega 30 ára tímabil sem ég að fjalla aðalega. Og það verða ákveðin skil þarna svona á seinni hluta 5. áratugarins, kringu 1950. Fram að því þetta mjög erfitt að öllu leyti, erfið tilvera á hælinu, tilgangslaust. Það lítið við að vera, lyfin ekki komið til sögunar þannig að fólk í raun og veru bara bíða eftir einhverju. Það veit ekki hvort að það nær bata eða hvort það mun deyja. Það engin aðstæða til þess að vinna létt störf. Þetta afskaplega svona einhvern veginn dapurleg tilvera. En svo á þessum tíma í kringum 1950 þegar lyfin eru komin, þá eru konar vinnustofur á hælinu, fólk farið að geta unnið létt störf. Félagslífið orðið mjög blómlegt, áfram fólk að deyja úr berklum en dánatíðnin hefur lækkað mikið með tilkomu lyfjanna. Það svona annars vegar það sko, að þessi skil sem að verða þarna, en svo það kannski hitt líka að það svona einhvern veginn þessi tenging sem að mér finnst ég hafa við þetta fólk. Það fyrir mér þetta fólk bara lifandi sko. Ég búinn að rekast á svo margar myndir og mörg nöfn af þessu fólki að þó að þessu kannski 70 ár síðan að fólki dó úr berklum og Kristnesæli, þá það lifandi fyrir mér einhvern veginn. Brynjar Karl, þakka þér fyrir og til hamingju með þessi verk þín. Takk fyrir.